Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minn eru komnir góðir gestir til að segja okkur eiginlega fréttir loftslagsmál, kannski einhverja mengunarfréttir og náttúruverndarmál. Þetta Árni Finnsson, formaður stjórnar Náttúruverndarsamtaka Íslands og Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar. Takk fyrir að koma og þú ert nú nýkomin frá ráðstefnunni í Bakú, var ekki? Já, mikið rétt. Kom aðfara nótt sunnudags. En ég kem alveg út úr þessu bara beint, en ég ekki sérstaklega hress. Það svolítið eins og að vera bara bólusett að vera á svona fjölmennum ráðstefnum. Maður útsettur fyrir bara ýmsum flensum sem ganga á heimsvísu, þannig að ég að ná mér. En við fengum einhverja fréttir af því að það kannski verið einhver svona smá eins og venjulega stríð við stórfyrirtæki niðurstöðu, eða sem sagt þegar var verið að reyna að komast að gera smíða ályktanir. Hvernig var stemningin svona núna? Var það öðruvísi en síðast? Þetta var fyrsta skipti sem ég farið. Já. Þannig að ég þekki kannski ekki beint hvernig stemmingi var á staðnum. Ég náttúrulega hef heyrt það. Stórfyrirtækin eru á svæðinu og þau eru með sína sendinefndir, en þau eru ekki inn í samningaherberginu, þannig að þeirra nærvera er kannski ekki eins áþreifanleg fyrir þau sem fylgjast bara með henni. Auðvitað eru þau á baku tjöldin, þannig að það var ekki kannski stríð við þau beint með þessar niðurstöður, heldur var það þessi eilífa barátta milli þróunarríkja og þróaðra ríkja fjármagn, vegna þess að það eru ríkulöndin, vestrænu þjóðir sem hafa mengað mest og losað mest af kolefni, koltvísýring og núna þá vilja þessi lönd, þróunaríkin, þau eru að verða fyrir kannski verstu áhrifunum, en þurfa líka að fjárfesta í innviðum til þess að minnka sína losun, en eiga ekki til þess fjármagn. Þannig að þau vilja svolítið að vestræn ríkin bara svolítið borgi fyrir það, og það sé raun bara skaðabætur fyrir þá þróun sem á sér stað vegna okkar neyslu og losunar á vestræn. En vestrænu ríkin eru væntanlega ekki tilbúin til þess að gangast að slíkum samningi alveg bara nokkuranlaust. Þau draga lappirnar og náttúrulega bilið er alveg gigantískt. Það sem sagt tala að það var í Kaupmannahöfn, ég man ekki hvað árið það var, Árni? 2009. Já, 2009 ára, ákveðið að árið 2020 yrði árlega veitt 100 milljörðum árlega bandaríkjadala í frá þróuðum ríkjum til þróunarríkja til þess að fjárfesta í loftslagsinnviðum. Þörfin eða það sem núna greint þarfagreiningum, þörfin fyrir fjármagn í þróunaríkjum er talin 1,3 billjónir, eða á ensku þá trillions, það flókið að því þetta yfir, en bandaríkjadala á ári, en þróuð ríki segja við erum tilbúin að stefna 300 milljörðum árlega fyrir 2030 og 2035. Getur við sagt það eitthvað í því maður skilur ekki þessar stærðir, er þetta að tala um eitthvað hlutfall? Hversu stórt hlutfall eru? Af þessum, þetta er þá 1/4. Já, þau eru tilbúin að gangast undir eða standa við loforð 1/4 af því sem... Já, en innan í textana sem var líka tekist á var hvaða fjármagna þá að vera teljast til, og þróunaríkin vilja þarna sé bara beinstyrkir, en þróuð ríki vilja segja nei, við getum líka veitt ykkur lán, kannski lán á góðum vöxtum eða annað, en þessi ríki nú þegar kannski í skuldasúpu og ekki kannski tilbúin að telja það með sem einhvers konar styrki, þó að þeir fái lán á einhverjum kjörum, og enga framtaki og enga fjármagn þannig í fjárfestingum líka tekið með. Þannig að það þá spurning hvort að þróunarríkin eigi síðan að þurfa að finna 3/4 af þessu, sem þá triljardur eða billjón
trillion dollars, billjón dollarar bandaríkjadala til þess að fjárfesta, til þess að þið geti náð, þess að það er búið að meta hvað þið þurfa að fjárfesta mikið, til þess að geta náð sínum sjálfs ákverðu landsframlögum eða NDC sem þá þessi 1,3 árlega sko. Þetta er ekki bara heildar fjármagn. En nú náttúrulega að tala að sko, kosningamálið á Íslandi efnahagsmál, það mantran og loftslagsmál og náttúruverndarmál einhvern veginn eru ekki talin þar með en samkvæmt þess að þú ert að segja þá þetta mjög mikið efnahagslegt mál og sett í mjög efnahagslegt samhengi núna. Hefur þetta alltaf verið svona átnið útbúin að fylgjast eila manna lengst með þessum ráðstefnum og þessum tilraunum til samninga? Já, það kom þarna 2009 þessi samþykkt að frá með 2020 skyldu innríkin greiða $100 milljarðar ári til að styðja við þróunaríki bæði til að draga losun og fjárfesta í nýjum orku auðlindum, sól og vind mest og svo líka hjálpaði með að borga fyrir skaðan sem það verða fyrir þess að það kemur í fréttum hér daginn gríðarlegu skaði á Spáni, Valencia og þeir ráða við það og Evrópusambandi hjálpar þeim en ef það eitthvað Afrikuríki sem verður fyrir svona hörmungum þá standa þau miklu verð. Þetta nú ekki létt reikna náttúrulega og þetta verður hækkað þá úr $100 milljörðum í 1,3 trilljónir. Mér minnir að verið sagt í sjónvarpinu að það væri 1% heildar heimsframleiðslunni en selða ekki dýra í gegn það. Ég held að þetta verður alltaf verið átök hvað þróun innríkin eigi að borga til að hjálpa það stundu kallað Global South eða þessi ríki sem í Afriku, Suður-Ameríku og svo framvegis en já og Indland til dæmis þeir eru ekkit fátækir indverðnir en þeir eru mjög fátækir varðandi gríðarlega fjöldi fólk sem við fátæktamörk í Indlandi og líka í Kína reyndar kannski 500 milljónir í Kína sem undir viðmiðum Sameinuðu þjóðanna fátækt. En hvernig eru Íslendingar í þessu? Við náttúrulega teljumst væntanlega til þróaðra Ég held að þetta verði ekki stór biti fyrir einstaka þjóðir en eins og kemur fram í Bandaríkjunum núna í afstæðanum kosningum og hefur komið svolítið fram í Evrópu ekki eins mikið og sagt en þessi afstæða almennings að við getum ekki verið að fjármagna einhverja vitleys út í heimi við erum að hugsa okkur sjálf og það náttúrulega freistandi að segja já við því vegna þess að margt fólk hefur það skít og 2017 þegar COP var í Bonn þá kom Macron forseti Frakklands í fyrsta skipti og hann hafði gefið út yfirlýsingar nú þið álögur á bensín og dísil hækkaðar og þá bruttust út mótmæli í Frakklandi sem sýndi að ráðamenn voru ekki alveg með fingurinn á hvað Frakkarnir myndi þola efnahagslega og þetta var, ég held sjálfur að fullt af fólki þoli auknar álögur á dísil og bensínbíla en það þarf að bæta þeim sem ekki hafa mikið milli handana með einhverjum öðrum hætti til dæmis bara hreinum fjárframlögum. En núna þetta hlýtur að vera svolítið mikil togstreita fyrir einmitt stjórnmálafólk sem að fer á svona ráðstefnur að því að það ákveðin þrýstingur þar þannig fagfólk mikið náttúruverndarsamtök loftslagssérfræðingar kannski líka á staðnum og mikil svona þrýstingur að menn bara gangist í ábyrgð en svo það væntanlega mjög óvinsælt þá þegar heim komið eða hvað er það á flestu stöðum en þá þannig að það óvinsælt?
Ég held að sko allir ganga út af COP með eitthvað sem þau eru ánægð með og eitthvað sem þau eru óánægð með og þannig virka svona samningar hjá Sameinuðu þjóðunum þar sem að það þarf einhvern veginn að koma saman það sem er kannski áberandi núna er sko þetta hrópandi gat þannig að millið það sem að sko þróunaríkin og þróuð ríki sko hvað þau vilja og eru tilbúin að gera en mér fannst það ekki vera þannig að kannski loftslags sérfræðingar væru og svona aktivistar væru sko þetta var mikið mótmælt á göngunum og það eru hann alls konar skálar og alls konar lönd með skála og svona en náttúrulega inn í samningaviðræði herbyggjunum þar eru sko sendinefndir frá þjóðum það var náttúrulega til dæmis engin pólitíkus frá Íslandi núna en að Dag B. Eggertsson kom í 2 daga en annars það var engin sko í sendinefndinni íslensku stjórnmálamæður þannig að og ekki ríkisstjórn hér heima í rauninni þannig að þau kannski höfðu ekkert umboð til að fara fram með eitthvað svona rosalega yfirlýsingar eða annað en það voru þjóðir sem gerði það. Panama var hann mjög áberandi í að tala bara þetta væri dauðadómur yfir mörgum eyríkjum að veita svona lítið fjármagn í þetta. Þannig ég fann það líka á COP16, ég var sem sagt á COP16 í Cali sem er þá COP samningum líffræðilega fjölbreytileika að þar var kannski meiri af svona frumbyggjum sem voru áberandi og maður fann svona sko það var rosalega gata á milli sko stemmingarinnar inn í skálunum og viðbörnum og fram á gangi og síðan inn í samningarherbyggjunum þar sem að þjóðarleiðtogarnir eru en þetta er bara ótrúlega mikið pólitík sem á sér stað þarna frekar heldur en kannski svo er IPCC skýrslan höfð til grundvallar en meiri segja tekist á hversu mikið á að meða við hana. Getur þú sagt svona, ef við bara segjum hlustundum áhrundum, Cali er í Kólumbíu, og hvað er IPCC, ég veit ekki? IPCC er skýrsla milliríkja nefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsmál, svo er líka til IPBES sem er skýrsla milliríkja nefndar Sameinuðu þjóðanna líffræðilega fjölbreytni. Þannig þetta eru vísindaskýrslur sem að eiga að vera leiðbeinandi fyrir þessa samningsteksta. Þannig að ríkin komi saman eins og segir að þarna eru loftslags sérfræðingar og það sé sagt hér eru staðreyndirnar, nú þurfum að vinna eftir þessu. En hvað er skuldbindingin? Ég meina, er þetta bara þannig að sko stjórnvöld geta sendt einhvern og þið sjálfboðaliðar frá náttúrulega mætið þarna og lesið þessar skýrslur og fáið eins og fregnir og haldið ykkur við svona eins og bara einhverju rannsóknar, einhverju háskólasamfélagi. Er þetta ekki einhvern veginn eitthvað, var ekki hugsunin svo að þetta væri á eitthvað skuldbindandi þannig verið að gera einhverja samninga, er engin sem að getur skildað íslensk stjórnvöld að senda sína fulltrúa? Jú, þau gerandi, þau senda náttúrulega Já, þau senda sendinefnd. Já, en sko Ísland er aðilega loftslagsstefnu Evrópusambandsins, það kemur mjög sjaldan fram hér, finnst mér og við erum búin að skuldbinda okkur til að draga losun sem í samvinnu við Evrópusambandið og Noreg við Evrópusambandið aðra og það er skuldbindingin 29% samdráttur með 2005 árið 2030 en svo skuldbinding mun hækka. En ég meina, var hún einhvern tíma lögfest þessi skuldbinding? Er þetta skuldbinding? Við erum búin að Alþingi hefur samþykkt, það er reyndar ekki búin að samþykja þessa nýjustu sem er hlutdeild Íslands, hlutdeild segir í 55% samdrætti Evrópusambandsins en Alþingi hefur samþykkt samningin 29% samdrátt. Þannig að það er skuldbindandi að alþjóðalögum. Hins vegar náttúrulega mætti gera miklu betur með lögum loftslagsbreytingar eða loftslagsmála eins og er gildandi í dag en jú, við erum skuldbundin og við höfum undirgengist á skuldbindingu að draga losun 29% en það er sem öll Evrópusambandsríkin hafa núna hækkað heildin upp í 55 fyrir ekki allar þessar prósentutölur og þar verður Ísland að fara. Það er búist við að Ísland að taka á sitt á skuldbindingu að draga losunum 41% miðað við 2005. Árið 2030, það verður mjög erfitt. En hver tekkar þetta af, sko? Nú, við höfum alveg rætt þetta áður, en ég er frá pæli núna eins og fyrir kosninga maður er svolítið
bara pæli í því, þú veist, skilaboð til frambjóðanda til dæmis, af því að það nú ýmsir sem að tala að nú sé, einmitt þeir sem eru líka búin að vera ríkisstjórnir að tala fara mikið í því hvað þetta sé mikið kosningamál og mikilvægt fyrir og ekki bara verið ríkisstjórn heldur þeir sem að vera inn á Alþingi inn á þingi sko og maður bara spyrir sig af hverju er ekki búið að gera það meira þú veist, mér finnst einhvern veginn hvað er eftirlitið með því ég spyr mig að því sama kannski en það er vissulega skuldbindandi þetta með Evrópusambandinu og ég held við þurfum bara að borga fyrir það sem við náum ekki, er það ekki rétt? Já. Jú, það fer eftir hvernig samningum við verðum örugglega mjög svipuðum kjörum aðra þjóðir í Evrópu. En varðandi Sameinuðu þjóðirnar, það er í rauninni bara name and shame ef þú nærð ekki þínum. Já, þar er það minna en það er ekki sektir, það er ekki dagsektir. Nei. En það eru skuldbindingar að fara að ákveðnu leikreglum og aðferðum og það er sem sagt leyft samkvæmt Parísarsamningnum að ríki geta í sameiningu tekið á sig skuldbindingar og það gerði Evrópusambandi og Íslandi er þar með. Nú heyrast kvörtunartónar frá samtökum atvinnulífsins og viðskiptaráði og þeim finnst þetta ósanngjarnt og við Íslandingar erum svo duglegir í orkumálum að við þurfum ekki að draga neitt úr losun. En við erum skuldbundin. Við verðum að gera þetta og þar hefur gengið svolítið hægt. Sérstaklega hefur verið að gengið brösulega núna í 2 ára að færa bíla yfir á rafmagn og það er stærsti losunarpósturinn hér á landi, það er vegasamgöngur, 33% minni mig. Og svo er náttúrulega flotinn með 20%, 21%. Ég held að við þurfum svolítið meiri upplýsingar frá stjórnvöldum til að almenningur skilji hvað verða að gera. Og ég er ekki að segja að henni betur sett að ég fá styrk frá ríkinu til að kaupa sér vetnis en að rafmagnsbíl. Nema að þeir sem eru verðstaddir fá eitthvað á móti, en þetta á ekki bara vera fyrir fólk sem hefur efni á að kaupa rafmagnsbíl, heldur það þurfa allir að fá strætópassa. Já, eða eitthvað slikt sko, en líka bara beinan styrk í peningutali vegna þess að við eigum að taka mest af þeim sem hafa það best. En það er líka sko sem kannski ég hef heyrið þetta mikið, bara Ísland er búið að gera allt sem við getum hérna í loftslagsmálum með hitaveitunni og öllu þessu sko, það er þegar þessi sko hlutdeild Íslands í markmiðum Evrópusambandsins er reiknuð, þannig að við fáum þann 29% og 41% þar er heildarmarkmiði 55%. Ástæðan fyrir því okkar sko svona hlutdeild í þessu markmiði lægri er vegna þess einmitt það búið að rekna út og gefa okkur þarna sko bara bónus fyrir það að vera búin þessu, þannig að það er ekki eitthvað sem við getum síðan sagt nota aftur sem eitthvað jóker í spilinu sko. Og við fengum nú alltaf undan þá var ekki í einhverju Kyoto-bókum var ekki fræga undan þá sem Íslendingar fengu og við erum að fá undan þá í ETS-kerfinu með losunarheimildir að Íslensk stjórnvöld fá að gefa flugfélögum frítt losunarheimildir. Það er í mínum bókum ekkert annað heldur en niðurgreiðsla á notkun jarðefnaeldsneytis vegna þess að ríki geti selt þessar losunarheimildir og fengið af þeim tekjur. Þannig að það er eitthvað smá upphæðir þar. Nei, en talandi hennar móral sem hún nefnir, sko, ekki bara kannski sektir, finnst ykkur einhvern veginn aðrar þjóðir vera farnar að krefja Íslendinga aðeins að sína nú, vera nú ábyrgir en ekki vera bara á einhverju svona litlu bróður undan þá? Ég held að Evrópusambandið sé nú mjög varkárt með það að krefja einhvers af Íslendingum opinberlega. Íslendingar er mjög viðkvæmir fyrir því. Og það er náttúrulega gengur best ef að Íslendingar sjálfur krefja stjórnvöldum aðgerðir. En það er aðeins að koma aftur af því sem gerist þannig niður frá eða austur frá að í fyrra í COP28 í Dubai, Sameinuðu arabísku furstadæmunum, þá náðu samkomlega orðalag að það yrði umbreyting frá jarðefnaeldsneytum yfir í hreint eldsneyti og það var von
fyrir þennan kopp í Bakú að það tekið sterkara til orða en núna. En það var ekkert sagt um þetta í lokaníðustu. Ég meina, forsetinn byrjaði nú bara því að tala um olíu sem guðskjöf. Það væri nú alls ekki þeim að kenna sem að hefðu olíuna, að hún væri á þeirra svæði og fyrsta markaðurinn þyrfti á hann að halda, þá væri það þeim engin skömm í því að halda því áfram og Sádi-Arabar þeir beittu sér alveg gegn því að það tekið þannig sterkar og jafnvel með undirförulshætti sem kemur fram hjá The Guardian, það búið svona toga til og pota í þennast að texta til þess að draga úr metnaði, en það var líka á COP16 í Cali í Kólumbíu líffræðilega fjölbreytni. Þar var verið að semja texta sem líffræðilega fjölbreytni og loftslagsbreytingar og þar var til dæmis Sádi-Arabía og Rússland sem beittu sér harðlega gegn því að tala krísu, climate crisis, og það var að tala áskoranir, loftslags áskoranir, þannig að þú sér það vera að draga úr, en það sem var einmitt áberandi kannski nýtt að til dæmis Sameinuðu arabísku furstadæmin, hvort sem að þau meina nú eitthvað mikið með því ekki, maður veit það ekki, en þau stilla sér núna upp á móti hinum olíuríkjunum og segja að þetta framtíðin, þið verðið að koma með okkur, og mér finnst auðvitað ótrúlega margt gagnrýnivert hægt að segja þessar ráðstefnur. Þetta rosalega mikið leikrit og vinur minn frá Indlandi sem ég var að tala við þessar ráðstefnur sagði þetta bara hvítt fólk frá Bandaríkjunum og Bretland og þau vilja bara klappa fyrir sjálfum sér og svo í lokin þau sem allar klappa sér, allavega fenguðu gott, þau náðu góðu klappi þarna í lokin. En bara það að þjóðir heims hittist og komi saman til þess að ræða þessi mál. Mér finnst það mikilvægt, mér finnst það alveg merkilegt að því sé haldið áfram og þarna fulltrúar frá Úkraínu og Rússlandi og fólk sem beinlínis í stríði sem að samt sest niður á samningsborði og samþykkir texta loftslagsmál, hversu útþyndir sem þeir verða. Mér finnst það alveg mikilvægt og mér finnst það merkilegt að það haldi áfram. Og við kannski höfum ekkert annað heldur. Það engin önnur afdrifaríkari leið til. En ég meina það að hittast þarna augljóslega ekki nóg. Svo fara allir heim til sín og sofa sofna verðinum. Það ekki, það augljóslega, losun hefur haldið áfram að aukast. Það hefur hægt á aukningunni. Það ekki nóg. Það þarf að fara í hináttina. En það þarf alveg meira til. En þegar þú tala olíuríkin náttúrulega sem þannig að slá tónir bara með því að segja við getum bara stolt að olíun okkar og þannig. En það ekki, og ég nefndi stórfyrirtækina því manni fannst það þarna á síðastu mitt í Dubai, þá var talað stóru olíufyrirtækina, þau höfðu beitt sér svo, en þetta þá þannig kannski að stóru ríkin eru í samningaviðræðum við stóru olíufyrirtækin og stóru kannski innfyrirtækin yfir höfuð. Er það raunverulega svona má segja andstæðingurinn og þeir sem eru að reyna og náttúruverndar og loftslagssinnar er þar svona póllinn? Fyrirtækin náttúrulega sitja ekki við borðið þó þau séu á staðnum. Þau eru náttúrulega, þaðan kemur kannski mikið af fjármagni En þið sitja heldur ekki við borðið? Nei. Ég meina þetta eru þrýstuhóparnir sem eru svona þrýsta á stjórnvöld sem eru þarna, það þrýst úr 2 áttum það ekki svona? Jú, kannski svolítið mjög svona ólíkan hátt. Aktivistar eru þarna svolítið bara í einu umboði meðan kannski olíuríkin eru kannski meira svona fellar með sérstaklega olíuríkjunum því að þetta náttúrulega oft þetta líka ríkisolíufyrirtæki Þannig. Það sagt að Sádi-Arabía hefði verið það ríki sem sigraði þannig í Bakú. Stoppaði framþróun. Og vissulega maður hræddur framhaldið. Það bara 6 ár til 2030 eða 3,5 og þá var ég að tala evrópska samhengið en ég held að það sé alveg rétt að við leysum þetta ekki nema í sammenningu þjóðar heims og þá þurfa þessi innríki sem eru ríkust að sína gott fordæmi fyrir þessum sem eru fáttakari og hafa minna melli handana
og við, sko, 2009 þegar það var samþykkt 100 milljarðar ári, þá var líka samþykkt að halda skildi hlýnun jarðar innan við 2 gráður á Celsius. Og það breytist í París vegna þess að þar spruttu upp öll þessi láglendu eyríki í Kyrrahafi og víðar sem munu einfaldlega fara undir sjó ef það ekki tekst að halda hlýnun innan við 1,5 gráður. Og það þá fjöldi eyríkja, smáþjóða sem og svo alltaf fleiri sem lenda í vandræðum eins og til Egyptaland, menn flæða yfir akrana þar og Bangladesh. Og það svolítið þess vegna sem að þetta 1,5, það er bara vísindilega útreiknað að það ef að hlýnunin fer fram yfir 1,5 gráður Celsius meðal hitinn, þá sökkva þessi eyríki. Og þá náttúrulega farin fjöldin allir af aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna, ekki satt. Og getum við hort upp á þetta? Já, nei, kannski ekki og það eru náttúrulega smá ríkin, það var í fréttum að þau kvart yfir því það hafi ekki verið nógu, er það ekki eftir svona hverja ráðstefnu þá koma smá ríkin og einmitt kannski einhverju fulltrúar frá þróunarríkjunum og lýsi yfir óánægju sín en maður bara velti því fyrir sér núna, þetta er náttúrulega líka bara því að við horfum upp á ákveðið svona máttleysi í Sameinuðu þjóðunum gagnvart þjóðarmorði í Palestínu og gagnvart pólitísku ástandi víða sko. Þannig að einhvern veginn, það er bara það sem að maður svo spyr sér svona bara upp á nýtt, hvaðan á þrýstingurinn að koma og hvar liggja stóru pólitísku ástæðnir eins og þessir stórveldi, til dæmis í heiminum, stórveldi, ekki bara olíuríkin heldur, þá hinn stórveldin. Er þetta ekki bara eitthvað svona stór pólitískt, er þetta ekki bara einhverja stór pólitíska ráðstefnur sem erfitt átt að sjá hvar? Þetta er mjög pólitíska ráðstefnur, mjög. Sko, G20 var haldið í síðustu viku í, mann ekki, Brasilíu held ég og 20 stærstu ríkin þau náttúrulega ráða greiðlega miklu hvernig þetta fer. En draugurinn á þessari ráðstefnu var kannski Trump. Vegna þess að hann hefur lýst yfir að hann muni segja Bandaríkin frá loftslagssamningnum og það getur haft mjög miklar afleiðingar, hann mun þá ekki að Bandaríkin mun þá ekki greiða í þennan sameiginlega sjóð til að hjálpa þróunarríkjum. Já, Bandaríkin héldu rosalega mikið sín striki, ég var einmitt mjög hræddum og velti fyrir mér sko Bandaríkin hvort þau myndu bara leggja árar í bát og bara segja sem minnst, en það sem var kannski mitt draugurinn var það að Trump hann getur einmitt, hann þarf þingi til að draga þau út úr samningnum en hann getur dregið auðveldar út úr Parísarsáttmálanum. Þannig að það sem að kannski kom oft fyrir var að Bandaríkjamenn voru að reyna að skerpa á sko orðalagi að það væri ekki bara að tala að þau sem væri undir Parísarsáttmálanum heldur öll sem væri undir samningnum og voru að reyna að toga sko samningin inn í textana frekar heldur en bara Parísarsáttmálan. Það var alveg bara áhugavert að fylgjast með því. Þannig að þarna eru umverulega fulltrúar Bandaríkjanna eru ekki farnir að lúta valdi nýs forseta. Þeir reyna allavega að... Nei, þeir virðast vera svona, samt þau voru að reyna svona búa því þannig í hægina að það væri erfiðar að sko draga sig alveg frá þeim skuldbindingum sem þarna eru samþyktar en Það væri erfiðar fyrir Trump, sem sagt, já. En það er náttúrulega sko skuldbindingarnar eru ekki drosalega sko lagalega bindandi. Þetta er náttúrulega svona, það er samþykkt og svo ætla bara ríkin að gera það. En en það sem er kannski svona, mér finnst svona mikilvægast er þessi svona þverlandlægu svona kerfið að mekanismar að sjóðir að hvaða sem það er sem verða þarna til, sem að alltaf vera að ræða og betrumbæta, sem að þá öll ríki verða að lúta eins og á þarna til dæmis loss and damage eða töp og tjón sjóðurinn sem var til á síðasta COP, að með svona tilkomin svona sjóða þá verður til eitthvað batteri sem síðan getur haft eitthvað jákvæð áhrif og sem að er þá ekki háð því að eitthvað einstaka ríki dragi sig inn eða út eða þú veist bara gera hvað sem þau vilja. Og líka svona á COP16 líffræðilega fjölbreytni að gena upplýsingar þjóða sem sagt úr
náttúrunni, náttúruleg DNA og svona digital sequenced information sem það heitir, sem lyfjafyrirtæki nota mjög mikið í sinni framleiðslu og snyrtivörufyrirtæki og annað, að núna komin svona einhver þverlandlegur sjóður þar sem sagt innheimtir en það krefst þess samt að einstaka ríki sko setji sem sagt reglur sínar genamengi og upplýsingar. Brasilia til dæmis sem mjög sterkt svona því þau eru með Amazon-skóginn og svona, en þannig komin eitthvað svona mekanismi eða kerfi sem allir þurfa svona að lúta sko. Og það þá raunverulega að vernda mengi hverjar þjóða fyrir sig? Það til þess að þau sem að nota genaupplýsingarnar þurfa að borga því ríki sem að á genaupplýsingarnar og það þannig langmest að fyrirtækin eru í vestrænum ríkjum og náttúran sem að vera að nota í þessu nattræna suðri eða þessum þróunarríkjum. Þetta er rosalega tungubrjótur að tala þróuð og þróunar og ríki en hvað með þá gena upplýsingar það eitthvað til tals íslenskar gena? Já, til dæmis mér skildist það nú ég á bara eftir að kynna mér betur en sem jarðhita bakteríur til dæmis það lög á Íslandi notkun á þeim en mögulega þarf að útvíkka það með tilkomi þessa sjóðs að því við erum á Íslandi með mjög merkilega náttúru. Hún rosalega svona, það eru fáar tegundir en þeim meiri sko breytileiki innan tegundana sem bara stórmerkilegt fyrir held ég genaransóknir held ég náttúrulega ekki sérfræðingur í þessu en mér fannst þetta að vera svo gott dæmi með eitthvað sem var til í samningaviðræðunum sem að mun vonandi svo á maður náttúrulega eftir að sjá það gerst hvernig það spilast út en sem allir þurfa einhvern veginn að lúta þú getur ekki fært bara fyrirtækið landamæri til þess að komast hjá einhverjum reglum þú veist. Þannig að þetta skilgreint sem þessar upplýsingar, gentísku upplýsingar eru skilgreintar sem einhvers konar auðlind sem að tilheyrir þá hverju þjóð fyrir sig og tilheyrir heiminum á einhvern hátt þannig að stór fyrirtæki verða komið veg fyrir að stór fyrirtæki bara geti vaðið inn og fengið þessar upplýsingar og notaðar og misnotaðar. Það var ákveð í rauninni í Nagoya bókuninni sem ég man ekki hvað ár var. 2011? Já, Árni man allt. En þar var þetta ákveðin það vantaði svona það allir samningar notkun genaupplýsinga var bara milli hvers ríkis fyrir sig sko. En núna komin þessi þverlandlægi sjóður en hvað með sko mannleg gen? Ég held að þau sé ekki þannig undir. Spyrja Kára því. Já. Það er búið að einkavæða það hjá okkur sko. Það er spurning hvort þessi þjóðlega sátt eða samningur nái til þeirra. Ég er ekki viss með það sko. En sko burt frá sér sko þessum sérstöku genum eða það bara svona þú veist sjóðin töp og tjón og sjóð það núna líka og kopp var komið á svona þokast áfram sem sagt grein 6 í loftslagssamningnum kaup og sölur á kolefniseiningum milli landa sem mjög umdeilt en þá allavega sé sko eitt svona kerfi sem allir gangast undir og þetta finnst mér bara gífulega mikilvægt að sé til staðar frekar en að það sé einhvern veginn bara þessi og þessi skipta sína milli og það sé einhvern veginn bara svona. Þannig að þú ert ekki alveg sammála þarna indverska viniðinum þetta sé bara lófaklappið og leikritið þetta allavega þér finnst þetta vera til einhvers svona, Já, við erum kannski ekki alveg sammála þar en sko ef að nú smá svona nú kannski lag fyrir ykkur að setja búa til heimaverkefni fyrir nýja ríkisstjórn hvað finnst ykkur svona bara nú eru þið nýbúin að fylgjast með þessari ráðstefnu og fleiri og hafi fylgst með þessu mál náttúrulega í fjöldamörg ár hvað myndið þið segja svona hvar gætu Íslendingar beitt sér alveg sérstaklega núna hvar væri skynsamlegt að Íslendingar myndu svona stíga inn í þetta mjög skynsamlegt að setja skýr markmið samdrátt í losun það skiptir mestu máli. Við sáum líka Breta koma þarna inn í Bakú með sko markmið fyrir 2035 80% samdrátt
sem ég veit ekki hvernig það standa við. Mér skilst þetta að sé miklu leyti með föngun og förgun og kólefni en það séu hvað eitt ríki sem kemur snemma inn með skínmarkmið getur sko, svo nú þurfa all hin ríkin að fylgja eftir þessu fordæmi sko. En Íslendingar núna eru bara svona tossar einhverju eða slugsar, við erum ekkert eitthvað í farabróti. Við erum bara svona með Evrópusambandinu sko. Við erum náttúrulega ekki með almennilega stefnu eða aðgerðaáætlun. Við erum með fjöldanallega hugmyndum. Mér finnst íslenski stjórnmálamenn fullir að sjálfsánægjum langflesti, sérstaklega erum við komin í ráðherrastöðu þá við erum duglegust í heiminn, við erum núna í þriðju orkuskiptum í sögu Íslands og það bara eins og Ísland hafi byrjað í loftslagsmálum árið 1924 eða eitthvað leiðis og síðan haldið áfram. Þetta ekki rétt. Við byrjum ekki að móttaka loftslagsstefnu fyrir einhvern tímann síðustu aldamót og það hefur ekki gengið mjög vel. Það kom bara í síðustu skýrslu Umhverfisstofnunar að samdráttur í losun hér á landi og þá ég að tala samfélagslosun, ekki stóriðu, bara 11% með 2005 og þá var eftir hvað mörgu prósentstig, ekki nógu fljótur að rekna en bara 29 mínus 11. Já, þannig að við erum ekkert að Við erum ekki að brillera eins og eru margar aðra þjóðir eins og Svíþjóð til dæmis, þeim fyrir aftur og það eru það Svíþjóðdemokrata hægri flokkurinn, það er hægri auka þjóðurnisinni flokkurinn sem að valda mestum skaða. Hér á landi er miðflokkurinn sem ekki eins og trúir á loftslagsbreytingar eða vísindin. Það besta sem við getum gert er að vera dugleg hér heima og getum sagt við aðra þjóðir þetta er vel hægt. Nákvæmlega, það er og við getum alveg rafvætt bílaflotan og við getum alveg hægt að kaupa bensín og dísilbíla. Það er bara mjög mikið framför. En líka bara við vorum ekki búin að setja fram, sem sagt, við setjum fram sjálfsákvarða svona landsframlag loftslagsmál, en svo er samningurinn líffræðilega fjölbreytni líka og samningur eyðimerkurmyndun eða jarðveg. Þarna á Ísland að skila inn sko aðgerðaáætlunum. Hvernig þeir ætla að uppfylla þessa sko alla samninga og ég það segir sér sjálft ef þessar aðgerðaáætlanir skarast og stangast á eða ég vil bara einir til og ekki hinn sko að það er mikið tala sko samþættingu, það er mikið af þessu hægt að samþætta, mjög mikið eins og endurheimt votlendis, það er bara uppfyllir, það bara hjálpar til að endurheimta vistkerfi og það minnkar líka losun. En svo eru aðrir þættir þar sem það getur skarast svona virkjanir, ég meina vatnsaflsvirkjanir, vindorkuvirkjanir, þær hafa áhrif á líffræðilega fjölbreytileika, neikvæð áhrif á líffræðilega fjölbreytileika, það eru líka árekstrar og þess vegna þarf þetta að haldast hönd í hönd. Það er svolítið svona rörsýn á þessi mál og svo að tala sko loftslagsmálin fá kannski mikið inn fókus með við náttúruverndina eða líffræðilega fjölbreytileikan en svo segja allir í loftslagsmálum við fáum alls ekki nógu mikla athygli sem er líka rétt. En það er svona þegar að tala sko orkuskiptin sem hefur nú verið svolítið svona mikið talað sérstaklega af ríkisstjórninni fyrst og sérstaklega náttúrulega af hægri flokkunum áherslan á að orkuskiptinu og jafnvel kæmi í staðinn fyrir minnkandi losun sko að það væri bara nóg að fara að virka meira. Það minnkar náttúrulega losun að fara í orkuskipti. En ég menn þetta virka meira, að það þurfi að vera að virka meira, að það verðist einmitt vera hægt að halda slíku fram að það sé absolutt jákvætt ef að það er slitið á milli loftslagsmála annars vegar náttúruverndar er það ekki. Ég meina að virka meira getur ef að orkan fer í einhver verkefni þar sem að þar sem að ef að það eru bara komin í mikið rafmagnsbílum okkur vantar frekar rafmagn fyrir þá og það er sett upp einhver virkun sem segir þetta og fer bara inn á kerfið, það er alltaf sagt þetta fer nú bara inn á kerfið, en orkan er alltaf seldi eitthvað annað og meiri orka þýðir ekki orkuskipti. Þetta höfum við verið að benda á, fyrst og fremst. Það er ekki verið virkja eitt einasta megawatt síðastlegin 10, 15, 20 ár. Ekki eitt einasta megawatt hefur verið virkja til að koma í staðin fyrir bensín eða dísil, ekkert. Það fer allt í eitthvað annað. Þetta fer allt í eitthvað annað og þessi orkuskipta
þetta orkuskiptatal og því miður þá litur Vinstri græn plata sig inn á þessu umræðu. Þessi skiptimáli ef við ætlum að hafa orkuskipti er að draga úr losun. Hætta að nota olíu og bensín. Það er það sem skiptir máli. Og varðandi til dæmis orkuskipti í vegasamgöngum þá þarf ekki ýkja miklu orku viðbót fyrir það, eiginlega ekkert held ég. Og kannski heldur ekki svona stóra virkjanir heldur bara til dæmis meiri orkusparna eða auknar strætósamgöngur í borginni. Það skiptir mjög miklu máli. Það þarf svona, virðist vera dálítið róttæka eða djúptæka svona breytingu á því einmitt fyrir hvern er virkjað. Það er ekki bara nóg að velja úr hvort að við viljum vindmyllur eða vatnsaflsvirkjanir eða sko það er svona spurningalistarnir séu svolítið blekkjandi oft. En svo er máli með sko þessa rosalega auknu orkuvinnslu sem talar þá er verið að vísa til orkuskipta í flugi og skipa og flutningum og tæknin þar er frekar svona skammt á veg komin og ég er líka ekki viss það að með framleiðslu á slíku rafeldsneyti á Íslandi að það sé hreinlega samkeppnishæft að því það þarf sko stærðarhagkvæmnin. Við þurftum þá að framleiða svo ofboðslega mikið sem við kannski bara getum ekki miklu meira en við þurfum og þá erum við farin að tala um útflutningu orku sem mér hefur skilst að sé ekki vilji fyrir og ég hef talað fyrir því að ef við ætlum að fara í alveg stóriðju í orku útflutningi á rafeldsneyti þá finnst mér við þurfa að draga úr annarri stóriðju. Við getum ekki endalaust bætt við stóriðju. Ég held að stóriðju stefnan svo kallaða væri hafi liðið undir lok hér að þetta virka sérstaklega fyrir einhverja stóriðju. Ég held það, en það því miður var hann ekki alveg liðin undir lok reynilega. En núna kannski er svolítið, það ætti að vera kosið það líka. Þetta er það mikilvæga málaflokkur. En hvernig líst ykkur á kosningabaráttur og finnst ykkur einmitt, maður heyrir nú valla talað það hvort að einmitt Ísland eigi ekki bara ljúka þessu kafla stóriðunar og það er aðeins talað hvalveiðar en er þetta ekki svolítið svona lítil umræða? Fólk er náttúrulega bara að hugsa húsnæði og vexti og sko mér þykir það bara alveg skiljanlegt sko en mér finnst það mætti fara samt meira fyrir og mér finnst þótt sumir flokkar gefa svolítið bara bara skila auðu í þessum málaflokki þó þau mæta okkur pallborð og svona þau bara tala aldrei þetta fyrrabræði, tala aldrei þetta sem part sko eins og er kannski að tala húsnæðismál eða tala efnahagsmál, tala ekki umhverfismálin sem part af því því að þetta eru órjúvanlegir einhvern veginn þættir allt saman. En ég veit ekki hvað Árna finnst en mér hefur þótt þetta ekki vera nóg svona rauðu þráður í gegnum sko allt hitt sem að mér finnst ekki síður mikilvægt. Þetta er náttúrulega mjög stutt kosningabarátta og svona sumir flokka voru alveg óviðbúnir eins og aðrir voru betur, sérstaklega Samfylkingin eða Viðreisn sem voru tilbúið með þannan þátt sem var það húsnæði voru tilbúið með slagurinn Árni er miklu tilbúinir að segja sko flokksnöfn heldur en ég en sko við letum gera skoðanakönnun sem við birtum í síðustu viku og hún sýnir að 54% þeirra sem voru spurðir töldu að stjórnvöld gera of lítið dragi og lítið til að draga úr losun. En það voru eins og að 30% sem sögðu að gera of mikið og restin sagði nóg. Þannig að sko, fólk hefur skoðun og það er ekkit mjög stór hópur sem er mitt á milli. Og sveiflaðist þetta eitthvað sko hægri vinstri bara? Nei, hægri vinstri, jú. Það er mjög ábyrjandi að kjósendur Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins telja að stjórnvöld gera of mikið eða nóg og kjósendur annar flokka mestmegnis komur óvart að flokku fólksins. Þar voru kjósendur svona helmingur af þeim taldi stjórnvöld gera of lítið en ég held að flest okkar hafi verið svona frekar óundirbúin og ekki vita alveg hvernig
við getum gert eina skoðanakönnun, það er svona okkar hámark, en sem ég segi að þessi kosningabaráttu panelborðina, en það er svo gaman að sjá alltaf lyfta svona já og nei, það er svo skýra afstöðu það. En það er náttúrulega samt ef að spurningarnir eru mörguleiti dálítið óskýrar varandi þetta að hérna bara ef að auðlindirnar okkar, orkuauðlindirnar allar auðlindir, það bara liggur í orðinu að það er efnahagsmál. Já, ég held að fólk áttast ekki alveg á einu, það er að samkvæmt skoðanakönnun mannskinu, við lítum ekki gera annað, það var einhver annar, þá vilja 76% aðspurðu að orkufyrirtæki, vindorkufyrirtæki séu í opinberri eigu. Þannig að ég held að sé svolítið langt í það að stór erlend fyrirtæki komi hingað og byggi vindorkugarða og það sé bara samþykkt. En ég held að þjóðin hafi þó lært svolítið af þessu laxeldisævintýri að komi hérna kapital erlendis frá, fjárfest, allir gróðum fyrir til útlanda og náttúrun er eyðileg. Bæði náttúran og samfélögin þau njóta raunverulega ekki góðs af, eða það er nú svo sem það fjölgar þeim sem vinna, fjölgar þeim sem borga útsvar kannski, en við höfum séð að Vesturbyggð vera í stappi við fyrirtæki að vilja fá nú man ekki hvað þessi gjöld heita, en svo þetta fyrir eftir skilgreiningu hvort þetta sé afli eða hvort þetta sé en hafa ekki fengið, þannig að það er alls ekkert svona einhver einhliða afstaða held ég. Þau eru þetta, ég held að margir þakka fyrirtækjunum fyrir einmitt atvinnu og í rauninni mér bara mega alveg gagnrýna svona atvinnustefnu ríkisins, hún er eiginlega bara engin. Í þessu máli engin. Já, og bara byggðastefna þannig að það eru rosalega auðvelt og ég er sjálf hérna uppalinn á Egilsstöðum og rosalega svona þegar álveri kom að ef þú varst að ég er ekkert vissum að þetta álver er heima hér, þá varstu bara, vilt ekki að hér sé atvinna, vilt ekki hér eins og það sé engir aðrir valmöguleikar. En svo til dæmis gefur ríkið nýsköpunarstyrki, það væri hægt að tengja þá við byggðar byggðaþróun eða ég meina það er til fullt af möguleikum en það er virðist ekkert vera mikil svona áhersla á það og svo sem maður loksins kannski samfélag sem hefur tekist að kannski byggja upp sinn sérstöð á listum og eins og Seyðisfirði og þau vilja bara ekki fá fiskeldi í sinn fjörð en það virðist eiga að valta yfir það samt. Já, maður hélt að vera þannig að það að segja þetta snúist fólki, það er augljóslega bara ekki rétt í hugum þessara fyrirtækja og svo snýst þetta ekki bara að borga skuldir og gera skuldbindingar sem koma sér illa fyrir okkur því að svo virðist nú vera að ef að við drögum úr lösum og finnum aðra leiðir að þá verði það gott fyrir okkar samfélag líka. Það er allavega ef að lengra er spurt virðist vera. En mér finnst einhvern veginn umræðan ekki eins og náð þágað yfirleitt, þá var einhvern veginn búið að afgreiða málið, en umræðan er heldur ekki lengra hjá okkur í dag, því miður ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og segja okkur fréttir frá COP29, COP16, Bakú og Kali. Þorgerður María Þorbjarnardóttir var að koma þaðan bara, formaður Landverndar, kæra þakki fyrir að segja okkur og Árni Finnsson formaður stjórnar Náttúruverndarsamtaka Íslands sem fylgist manna best með málum á Íslandi og þið eru okkar fulltrúar og bara kæra þakki fyrir það og við vonum að við höldum samræðinni vakandi og þið verðið áfram svona duglegur þrýstingur á þau stjórnvöld sem að verða mynduð á næstunni. Takk fyrir. Takk. Og hlustendum áhorfendum þakka ég fyrir og farið ekki langt, við tökum smá fríminútur og höldum áfram hérna við rauðaborðið. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Það er komin tími á meiri samvinnu. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi.